En mér langar aðeins að halda áfram með orðið sem ég kom með síðast. Við vorum að tala vígi. Og hvernig Guð vill í rauninni uppræta sérhvert vígi sem í líf okkar. Og þú spyr, hvað vígi? Og við sjáum þetta í ritningunum þegar Páll, hann að fara og hann að hitta söfnu sinn. Söfnu sem hann búinn að planta, hann fer í Korintu og hann í rauninni að staðfesta sinn postuladóm. Hvað ég að meina? Það voru fólk sem kom inn í Korintu og hafði annað fagnaðurinn, þetta að vera að segja skringilega hluti og svo framvegis og svo framvegis. Og Páll var þannig að þegar hann mætti á svæðið, þá var hann ljúfur og yndislegur, eins og ég þið vitið. En þegar hann skrifaði, þá var hann miklu, miklu beittari. Hann lét fólk heyra það þegar hann skrifaði bréfin og hann sendi á kirkjurnar. Af hverju? Því að kirkjurnar voru bara voru nýbúin að taka á móti Jesú og það átti eftir að verða ákveðin vöxtur. Og hann að útskýra fyrir kirkjunni þarna hvað það mikilvægt að þeir komi gegn manni. Og vinir, það annarkvort eitthvað hérna úti sem kemur gegn þér, það eru kringumstæðurnar sem koma gegn þér, það getur verið fólk sem kemur gegn þér, það getur hreinlega verið bara eitthvað í lífið þínu sem kemur gegn þér. Og þá svo mikilvægt að vita það að við berjumst ekki með mannlegu mætti. Við berjumst með andlegum vopnum. Og Biblían svo skýr að við þurfum að átta okkur á því að þegar við göngum í gegnum lífið, að þá alls konar sem kemur upp og vinir hver einasta kringumstæður sem að þú lendir í tækifæri fyrir þig til að draga þig nær Guði. Þetta snýst hvernig þú svarar kringumstæðunum. Það ekki endilega kringumstæðuna, það þitt viðbragð við kringumstæðunum. Og vinir, það sem að Guð vill gefa okkur betra viðbragð við kringumstæðum lífsins. Að taka ákvörðun á hverjum einasta degi að íklæða okkur þeim herklæðum sem að Guð hefur svo sannarlega gefið okkur. Og við eigum ekki að vera bara liggja undir kringumstæðunum eða vera í klessu út af kringumstæðunum. Við eigum að láta réttlæti Guðs rísa innan með okkur. Það þýðir að við getum flogið yfir sérhverjar kringumstæður. Það það sem að Biblían kennir okkur. Þannig að mér langar til þess að aftur fara í nokkuð vers sem ég fór í hérna á sunnudaginn var, bara þannig að við áttum okkur betur á hvað við erum að tala Og ég byrja í 1. Korintubréfi 10. kafla. Því að vopnin sem ég nota ekki jarnesk heldur máttu vopnus til að brjóta niður vígi. Ég brýt niður hugsmíðar og allt sem hreykir sér gegn þekkingun á Guði og hertek sérhverja hugsun til hlýðni við Krist. Þetta blessuð orð. Og vinni, hvað vígi? Ég fór yfir það síðast. Vígi synd í líf okkar. Lygi sem að þú hefur byrjað að trúa sjálfan þig, lífið. Það getur verið áföll. Guð minn góður, það getur verið vígi. Og vinir, áföll eru oft vígi í okkar lífi. Þau rísa upp við bara ólíklegastu aðstæður. Og vinir, Guð vill leysa okkur undan slíku vígi. Því að þú átt að geta komið fram fyrir Drottinn með djörfung. Þú átt að geta verið með von í hjarta gagnvart öllum kringumstæðum. Því að Kristur hefur frelsað þig. Hann hefur leyst þig. Og hann býr innra með þér. Og vinir, vígi eitthvað sem að getur poppað upp. Alli var að tala við mig í gær, varðandi strákadaginn sem að var í gær. Og hann útskýrir fyrir strákunum, þetta eins og vöðva minni. Eitthvað gamalt sem átti sér stað eitthvað tíman. Og allt í einu poppar þetta upp við skringilegust aðstæður. Og það getur gert að verkum, vinir, að þú getur eyðilagt líf þitt ef þú leyfir vígum að ráða ríkjum. Við eigum að sigra þessi vígi. Og vinir, við sigrum ekki með mannlegum mætti. Við getum ekki drukkið okkur út úr vígum. Við getum ekki tekið dóp vegna víga. Við getum ekki látið reiðin að stjórna því hvort að við upprætum vígi. Þess vegna segir Páll í Rómverjabréfinu 12. kafla, við eigum að endurnýja hugsun okkar.
til þess að fara inn í það sem gott, fagurt og fullkomið. Þú getur ekki upplifa gott, fagurt og fullkomið fyrir þú búin að endurnýja hugsun þína. Allir með mér hér í dag? Skiljiði hvert ég að fara? Og vinir, þannig að þú ert frelsaður. Og ég talaði eins og til dæmis með Ísraelsmenn þegar þau fóru út úr Egyptalandi. Þá það tákmynd þess þegar við tökum á móti Jesú Kristi. Við eigum ekki að vera þrælar. Og vinir, þegar við erum út í þessum heimi þá erum við þrælar. Við erum þrælar, kennir ritningin fyrir öllu því sem við byggjum ósigur fyrir. Og vinir, það getur verið kynlíf hjá sumum. Þú getur verið sofandi út allan bæ. Þú ert þræll. Ef þú ert stjórnlaus í drykkju eða í vímuefnum, þá ertu þræll. Og Guð vill taka þig út úr þrældómnum. Og hann vill hjálpa þér. Hann vill hjálpa þér inn í hið allra helgasta eða inn í Kanansland. Það var alltaf tilgangur drottins að taka fólkið hans úr Egyptalandi sem þrældómur, vinir. Við eigum ekki að vera í þrældóm. Ekki gagnvart nokkrum hlut. Gunnar var að tala til frelsis frelsaði Kristur okkur. Vinir, til frelsis. Látum ekki aftur leggja okkur ánauðarok. Hvort sem að það lögmálið eða hvað annað sem á heima í heiminum. Og það kannski glitrar. Og við það vín oft á tíðum glitrar. En ef þú missir stjórnina, þá þetta dauði og djöfull. Og það geta margir vitnað það. Halleluja. Þannig að við erum kölluð til frelsis. Við erum kölluð til að lifa í frelsi. Og notum ekki, eins og Páll sagði, frelsið til færis fyrir holdið. Frelsið okkar á ekki að þjóna holdin okkar. Það þjóna andanum okkar. Heldur þjónið hverju öðrum í kærleika. Kennir versið. Má ég heyra amen? Halleluja. Þannig að við eru áföll. Það reiði, það stjórnleysi, það hroki og dramb. Vinir, það eitt af erfiðasta sem við þurfum að díla við sem kristið fólk, það hroki og dramb. Vitið það upphaf syndin, það hroki, það dramb. Það allar syndir sem að koma af þessari synd. Því að þér finnst þú eiga eitthvað betra skilið. Og þú getur endað í algjöru veglausu ef þú leyfir hroka og dramb að ráða þínu lífi. Það á ekki að ráða. Og ég skal bara segja ykkur það. Lúsífer var einu sinni erkiengill Guðs. Það var hroki og dramb sem að felldi Lúsífer. Sem heitir Satan, djöfull. Og vinir, hroki það hræðilegasta á göngunum með Guði. Þegar við þykjumst vita allar hluti. Við vorum eins og með áfangaheimili í gamla daga. Og ég get alveg sagt ykkur það. Ég sá langa leiðir þegar fólk var á fallbraut. Hvernig kom það í ljós? Það var hroki. Allt í einu vissi viðkomandi allt sem hægt var að vita. Og það gat enginn sagt neitt við viðkomandi. Þá ertu á fallbraut. Gagnvart Guði, gagnvart öllu. Það sem að Guð vill kenna okkur hins vegar á göngunum í sér að læra að hlýðunum. Hann sagði hlýðni vil ég en ekki fórnir. Hann vill að þú gerir vilja sinn og þú komist inn á hið allra helgasta. Komist inn í hið allra helgasta og getur notið blessana Guðs. En hver var tilgangur ferðarinnar frá Ísraelsmönnum inn í Kanansland? Þannig fara aðeins í Gamla testamentu og sýna ykkur Jesú í Gamla testamentinu. Halleluja. Gunnar kom inn á það. Við þurfum að sjá Jesú í Gamla testamentinu og hann hefur algjörlega rétt fyrir sér. Þetta skuggamyndin. Og vinir, í þessari ferð Ísraelsmenn þá getum við séð svo ótrúlega margt sem að við í rauninni sem kristi fólk göngum í gegnum. Með það í huga að læra að líkjast drottni og verða þið vitið, að vaksa upp til höfuðsins sem Kristur. Og tilgangur fararinnar var alltaf að komast inn í Kanansland. Og þeir fóru úr Egyptalandi inn í eyðimörkina. Og Biblían kennir okkur að þeir voru 40 ár í eyðimörkinni. Þetta ferð sem átt að taka kannski nokkra vikur. Þeir voru 40 ár í eyðimörkinu og út af hverju vinir.
Biblían kennir að þeir voru harðsvíraður lýður. Veit eitthvað hvað það þýðir? Þeir voru fullir af drambi. Þeir voru fullir af, ég veit, þú skilur ekki, ég búin að fara í gegnum þetta, þú skilur ekki, mínar aðstæður eru öðruvísi en þínar, fullt af afsökunum. Og ég ætla bara að benda ykkur á eitt. Guð bjargaði þeim út úr þrælahaldi. Þau voru með fullt af issues. Það var fullt af áföllum sem höfðu dunið á þessu fólki. En við á einhverjum tímapunkti þá þarf þetta að hætta að nota áfallið sem einhver afsökun fyrir það að gera ekki vilja Guðs. Ég ætla að segja þetta aftur. Á einhverjum tímapunkti þá þarf þetta að hætta að láta afsökunina áfallið halda þig frá Kananslandi. Við notum afsökun út í eitt. Það sem að Guð vildi gera við Ísraelslið, hann vildi lækna þau. Hann vildi leysa þau. Og í staðin fyrir að læra og fara á eftir drottni, þá gengu þeir hring eftir hring í gegnum sömu reynsluna aftur og aftur og aftur. Og spurning mín er þessi. Hversu oft þurfum við að fara í gegnum sömu kringumstæðurnar til þess að læra þeim? Við sem kristi fólk, við eigum að fá 10 í einkunn af lærdómi gagnvart kringumstæðum okkar. Þegar kringumstæðurnar eiga að gera það verkum að við skínum bjartara í Guði. Það er það sem að kringumstæðurnar eru fyrir. Það er ekki til þess að gera lítið úr þér eða eyðileggja þig eða og svo framvegis. Vinir, við þurfum að leyfa Guði að lækna okkur. Og vinni, hér inn er fólk sem hefur upplifað áföll. Og ég er ekki að gera lítið úr áföllum, ég hef upplifað áföll sjálf. En Guð kom til að setja saman brotin hjörtu. Það var hans tilgangur að setja saman brotin hjörtu. Þetta er í fyrstu ræðun hans. Hann fór með Jesaja. Hann var kominn til að setja saman, hann var kominn til að leysa líð sinn og frá syndum þeirra. En hann var líka kominn til að setja saman brotin hjörtu. Og vinir, á einhverjum tímapunkti þá þurfum við að setjast niður og segja, Drottinn, ég ætla að auðmýkja mig undir þína voldugu hönd. Ég ætla að hætta að nota hluti sem ég er búin að gangi í gegnum sem einhverja afsökun. Ég ætla að hætta að nota það sem einhverja hækju. Ég ætla að treysta þér. Ég ætla að fara á eftir þér alveg sama hvað. Og vinni, þetta er ákvörðin sem að hver og einn þarf að taka. Og ég hveti, taktu þessa ákvörðin í dag. Ekki láta óvinnin snúa þig svona á punktinum. Og þannig að þú missir af Kananslandi sem að Guð hefur svo sannarlega ákvarða fyrir okkur öll. Halleluja. Áður en þeir fóru inn í Kananland eftir þessi 40 ár. 40 ár, hugsið ykkur. 40 ár, þar sem þau gengur hring eftir hring eftir hring. Loksins var komin tími þar sem að Guð taldi þá í rauninni hafa yfir því að búa að geta sigrað landið. Og vinir, þegar þau fóru inn í Kananland, þá fóru þeir í gegnum ána Jórdan. Og við vitum það að Jesús var skírður í ánni Jórdan. Töluvert seinna. En það sem þeir gerðu var það, er að prestarnir, Guð gaf þeim mjög skýr fyrirmæli til þess að komast inn í Kananland, þá þurftu þeir að fara í gegnum Jórdan. Og hvað áttu prestarnir að gera þegar þetta setja örkina á axlir sér? Og þið getið alveg séð þetta fyrir ykkur. Prestarnir settu örkina á axlir sér. Og það sem að Ísraelsmenn áttu að gera er að fara undir örkina. Sem hefur mjög skýr í rauninni myndræna líkingu fyrir okkur í dag. Vinni, til þess að komast inn í Kananland, þá þarf að taka af þinn höfðingjadóm. Þú þarf að fara að segja, Drottinn, það er ekki ég sem ræð. Það er þú. Og vinni, til þess að komast inn í Kananland, þá þarf að fara undir höfðingjadóm Drottins.
Þú þarft að segja ekki minn vilji, heldur þinn vilji. Þú þarft að fara að endurnýja hugsun þína svo þú getur upplifað hvað hið góða hið fagra og fullkomna. Og vinni, til þess að komast inn í Kanans land, þá þurfum við að fara undir í hlýðni. Guð leitar eftir hlýðni. Hann leitar ekki eftir hlutum sem við gerum, hann leitar eftir hlýðni. Og vinni, til þess að komast inn í það sem að Guð hefur svo sannarlega kallað einn og sérhvern hér til þess að gera, til þess að komast inn í fullnustu hans. Það að hlýða okkur, það að beygja okkur fyrir orði hans, að hlýða honum í öllum kringumstæðum. Og vinni, þegar við erum komið þangað, þá erum við búin að vaxa upp til höfuðsins. Og þá getum við farið að taka landið nákvæmlega eins og það er. Því að meiri sá sem í okkur heldur en sá sem í heiminum. Má ég heyra amen? Halleluja. Förum aðeins í gegnum þetta. Ég ætla að fara í Jósúabók. Í 7. kafla. Jerikó var umlykt. Ramlega vígirt og loku vegna Ísraelsmanna. Þar kom enginn út eða inn. Og þarna þeir komlin inn í Kanans land og fyrsta borgin sem að þeir í rauninni feysa, það var Jerikó. Lesum áfram. Þá sagði drottinn við Jósúa, ég sel Jerikó þér í hendur, konung borgarinnar og kappa. Gangið umhverfis borgina, allir hermennir skulu fara einu sinni umhverfis borgina, þetta skaltu gera í 6 daga. 7 prestar skulu bera 7 hafurshorn fyrir örkinni. 7. daginn skulu þeir fara 7 sinnum umhverfis borgina og þá eiga prestarnir að þeyta hafurshornin. Þið áttu ykkur hvernig hafurshorn lítur út. Þá mun borgarmúrinn hrynja til grunna og þá skal hver og einn halda upp í borgina þaðan sem hann staddur. Ég ætla bara að benda ykkur eitt. Drottinn var búinn að gefa þeim sigurinn áður en þeir gerðu nokkurn skapaðan hlut. Áður en þeir gerðu nokkurn skapaðan hlut. Hann var búinn að gefa þeim sigurinn. Hann var búinn að gefa þeim sigurinn andlega. Það eina sem Ísraelsmenn þurfti að gera ásamt prestorum var að hlýða. Ég ætla að segja þetta aftur, það eina sem að lýðurinn þurfti að gera á þessum tímapunkti var að hlýða. Og vinir, til þess að fá borgarmúrina víginn í líf okkar, til þess að hrynja niður, þá þurfum við að læra að hlýða röddu drottins. Hún má ekki bara vera rödd sem að talar einstaka sinnum í líf okkar og við hlustum á þetta og fáum gæsahúð á sunnudögum. Þetta þarf að vera lífstíl, vinir. Vinir, við hlustum á röddina hverjum einasta degi og við gerum meir en það, við fylgjum röddinni. Þú færð aldrei ávinningin á því að fylgja drottni nema hlýða röddinni, vinir. Og vinir, Guð að tala í dag. Ef þú vilt sjá borgarmúra, ef þú vilt sjá vígi falla í þínu lífi, ekki vera bara heyrandi af því sem kemur fram hér í dag, vertu gjörandi. Það það sem að Biblían kennir okkur. Ekki bara heyrandi, heldur gjörandi, annars svíkurðu sjálfa þig. Og vinni, það nákvæmlega það sem Ísraelsmenn gerðu. Þeir fóru eftir því sem að Guð hafi sagt. Þeir voru búin að læra í eyðimörkinu, þeir voru búin að fara hring eftir hring, reynandi sitt eigið. Vera með stífan háls gagnvart Guði. Nei, drottinn minn, þú veist, ég skal taka þennan slag. Og ég veit ekki hversu oft ég hef sagt þetta við drottinn. Nei, nú tek ég við stjórninni. Og það ég alveg með þetta. Svo hef bara komið í ljós að ég bara alls ekki með þetta. Og vinni, drottinn alltaf með þetta. Og Guð notar stundum skringilega hluti til þess að koma niður borgarvirkjunum í líf okkar. Hann notar stundum skringilega hluti til þess að sjá múrana falla í líf okkar. En ég hveti ef að drottinn búinn að segja, jáfnvel þótt þú skilir það ekki fullkomlega, gerðu það samt. Já, þetta er betra. Einhver hérna sem er með að beygja sig hérna. Við erum öll þar, það nú bara þannig. En vinir, þegar drottinn búinn að segja okkur að gera eitthvað,
þá bara betra að gera það. Hann með fullkomið plan. Hann ætlar að rífa niður sérhvert vígi. Eina sem að þú þarft að gera að hlýða. Þetta ekki einu sinni flókið. Bara að hlýða. Og hann svo frábær. Og vinir, þetta athyglisvert. Talan 7. Talan 7 kemur fram varandi Jerikó mjög sterkt. Og hvað þýðir talan 7? Hún talar fullkomið verk, ekki satt. Og stundum það þannig að við erum að biðja Guð að gera eitthvað lækningu eða kraftaverki í líf okkar, en við erum bara með tána í vilja Guðs og við erum alveg hissa. Við erum alveg hissa, hvar eru allir ávextirnir? Drottinn, ég vil ávexti, ég vil blessun. En vinni, þú ert ekki einu sinni með, þú ert varla með tána í því sem að Guð vil gera. Og vinir, hann að tala 7, talan 7 talar fullkomið verk. Og vinir, þegar þú bara ferð all in. Vinir, þegar þú ferð bara all in. Hættum þess að vera ykkur á báðum hliðum, farðu bara all in. Farðu á eftir því sem að Guð hefur sagt. Og ég skal sýna þér það og ég skal segja þér, þú munt sjá borga múra í þínu lífi hrynja. Ég bara lofa ykkur því. Ég hef séð Guð fella niður slíka múra í mínu lífi eingöngu vegna þess að ég hef hlýtt ykkur sem hann hefur sagt. Guð magnaður. Það stendur aldrei á Guði. Það bara gerir ekki. Þannig í staðinn fyrir að fara hring eftir hring, leyfum Guði að eiga við vígin okkar. Rífum þau niður. Og hvað þýðir það? Það þýðir það að ég auðmýki mig undir Guðs voldugu hönd. Það þýðir fullkomið verk. Ég hætti ekki miðjum klíðum. Ég ger ekki bara sumt og annað ekki. Ég ger ekki bara sumt og annað ekki. Ég ger ekki bara það sem þægilegt og hendar mér. Hér inni Guð að byggja upp hóp sem tilbúin að fórna öllu til þess að fylgja drottni. Það bara þannig. Það bara þannig. Það bara þannig. Við ætlum ekki að vera með litlu tánni. Við ætlum að fara að synda í vilja Guðs. Ég bara segja ykkur það. Og ég skal bara segja ykkur það ástæðan fyrir því að múrarnir fjallu í Jerikó var út af hlíðinni. Var út af hlíðinni. Og nú spyr ég, hvaða múrar þú að díla við í þínu lífi? Getur Guð fellt ef að þú ferð að hlýða? Hýrabasíak, halleluja. Guð að tala hér í dag. Heyriði hvað andinn segir söfnuðinum. Hvaða múra þú með í þínu lífi sem að Guð getur rifið niður ef að þú bara ferð að hlýða? Og vinir, ég ætla ekki að missa af neinni blessun Guðs. Ég ætla bara að segja ykkur það, Jesús betri en allt annað. Allt annað. Það engin hamingja eins og hamingjan í drottni. Það engin tilgangur eins og tilgangurinn í drottni. Það engin gleði eins og gleðin í drottni. Ég að segja ykkur, óvinnurinn að plata okkur þegar við höldum að peningar eða eitthvað annað skipti öllu máli. It really doesn't. Og ég ekki að segja það að Guð get ekki blessa okkur með peningum, en það bara auka afurð. Það ekki main fókusin hjá drottni. Leifum honum það. Leifum honum að auðmýkja okkur. Mér langar að nefna eitt. Hafið þið tekið eftir að flestir finna drottinn í mikilli auðmýkt? Hann stendur gegn dramblátum, auðmjúku veitin, hann náð. Hann frelsaði þau ert í auðmýkt. Vinir, það oftast þeir sem bara búin að brenna brýr og þá þeir allt í einu tilbúin að auðmýkja sig fyrir drottni.
Og ég skal bara segja ykkur eitt, það góður staður að vera á. Þegar maður tilbúin að auðmýkja sig fram fyrir drottni, þá getur hann byrjað að byggja upp líf þitt eins og það á að vera. Má ég heyra amen? Það það sem hann þráir að gera. Halleluja. Vinir, fólk frelsast í auðmýkt. Og rosalega margir sem að koma hérna og sanga mér yfirleitt bara, og ég ekki að tala allir en mjög margir, sem búin að fara í gegnum einhverja hræðilegar kringumstæður eða eitthvað slíkt. Það búið að upplifa eitthvað rosalega sem hefur gert það verkum að viðkomandi í auðmýkt og jafnvel brotin. Og veitir hvað orðið segir? Hann nálægur þeim sem eru brotnir. Það bara þannig. Það okkar frelsari. Hann setur saman brotin hjörtu. Hann sérfræðingunni sem gerir það. Og ég ætla bara að segja ykkur, ef þú hefur gengið í gegnum áföll, ég hef gert það líka og bara freka mörg. Guð hefur leyst mig úr þeim öllum. Hann þannig frelsari. Hann elskar þig. Hann með þér. Og hann mun ekki sleppa þér hendinni né yfirgefa þig. Þannig að tala hann 7 fullkomið verk. Vinir, ef þú ferð eftir fyrirmælum, þá mun hið andlega spádómur sem að Guð gaf Ísrael. Hann mun rætast í hennu náttúrulega. Halleluja. Vinir, ef að hlauparinn fer ekki yfir endalínuna, þá það bara rosalega sorglegt. Vinningspeningurinn í hlaupinu kemur þegar búin að fara yfir endalínuna. Og það sem ég hef tekið eftir svo margir byrja vel á göngunum með Guði, en það snýst að vera heyrandi og gjörandi. Til þess að við svíkjum ekki sjálf okkur, að við séum ekki bara eitt í dag og annað á morgun, heldur að við tökum ákvörðun á hverjum einasta degi að íklæða okkur herklæðum Guðs. Taka slaginn á hverjum einasta degi. Að láta ekki óvininn taka okkur hingað, taka okkur þangað, heldur að ganga beina brautir. Það það sem að Guð vil gefa okkur. Halleluja. Mér langar að fara í Filippibréfið 2:12. Þess vegna mín elskuðu, sem ætíð hafi verið hlýðin, vinnin nú, og með svo æðislegt þetta hlýðin. Aftur. Verið hlýðin. Jesús sagði, sá sem að gerir það sama og ég. Vinir, þetta snýst að framkvæma vilja Guðs, en við byrjum ekki á að framkvæma og síðan höldum við að það vinna okkur inn eitthvað. Heldur þegar Guð frelsar okkur, þegar náðin hefur áhrif á hjart okkar, þá koma eðlilega verk samfara trúni. Það bara fullkomlega eðlilegt, ekki akkurat öfugt, bara þannig að við höfum það á hreinu. Svo kemur hérna, vinni nú að sáli hjálpa ykkar með ugg og ótta. Eins og þegar ég var hjá okkur, því fremur nú þegar ég fjarri, því að það Guð sem verkar í yður bæði að vilja og framkoma sér til velþóknunar. Og ég talaði þetta síðast, sálin hvað? Það tilfinningalífið. Tilfinningalífið, hugsanir okkar, hugreiningar. Vinir, Guð á að vera hluti af hugsunum okkar og hugreiningum í öllum hlutum. Það svo mikilvægt að byrja daginn rétt, leyfa Guð að vera með sér inn í daginn og bara framfylgja vilja hans í einu öllu. Mér langar til þess að fara í annan reikningastaf, bara til þess að ljúka hérna í dag. Og hann í Lúkas 1 og þarna Guð í rauninni að eða engillinn að tala við Maríu. Og vinir, María stóð frammi fyrir rosalegum, þið vitið, bara í rauninni, bara sjokki. Þegar engillinn talar við hann og segir, herðu, dýrð hins hæsta mun yfirskyggja og að þú verður ólétt. María mey sem hafði aldrei kallmannskennt, lesum hérna saman í Lúkas 1. En í 7. mánuði sendi Guð Gabriel engil til borgar í Galilíu sem hét Nasaret, til meyjar var föstnu manni sem Jósef hét, af ætt Davís og mærin hét María. Og engillinn kom til hennar og sagði, heil vert þú sem nýtur náðar Guðs. Þannig kemur aftur þetta orð náð.
Heil vert þú sem nýtur náðar Guðs, drottin með þér. En María var hrædd við þessi orð og hugleiddi hvað þessi kveðja ætti að merkja. Og engillinn sagði við hana, óttast þú ekki María, því að þú hefur fundið náð hjá Guði. Aftur náð. Þú munt þunguð verða og son ala og þú skalt láta hann heita Jesús. Hann mun verða mikill og kallaði sonur hins hæsta. Drottinn Guð mun gefa honum hásæti Davís, föður hans. Og hann mun ríkja yfir ætt Jakobs að eilífu. Og að ríki hans mun engin endir verða. Í versi 34 þá sagði María við engilinn, hvernig má þetta verða þar sem ég hef ekki karlmann kennt? Og engillinn sagði við hana, heilagur andi mun koma yfir þig og kraftur hins hæsta mun yfir skyggja þig. Þess vegna verður barnið heilagt, sonur Guðs. Elisabet, frændkona þín, einnig orðin þunguð og að syni í elli sinni og þetta 7. mánuður hennar sem kölluð var óbyrja. En Guði engin hlutur megn. Og það sem að ég vil leggja áherslu á síðasta versið í þessu. Þegar við stöndum frammi fyrir kringumstæðum sem að virðast vera eins og vígirt borg frammi fyrir okkur. Eitthvað sem að við getum varla séð. Hvernig eigum við að bregðast við? Sjá hvað María segir. Sjá, ég ambátt drottins. Verði mér eftir orðum þínum. Og vinir, þegar Guð biður okkur eitthvað. Þegar Guð að kalla okkur út á vatnið. Megum við gera eins og María, auðmýkja okkur undir Guðs voldugu hönd. Verði mér að orðum þínum. Vinir, María var hlýðin. Hún var hlýðin. Og María var ekki bara hlýðin, Jesú var hlýðin. Í Filippibréfinu, 2. kafla, þá stendur svo, hann var í Guðs mynd. Hann fór ekki með það sem feng sinn að vera Guði líkur, hann svipti sig öllu. Og við erum að tala Jesú Krist, son Guðs, sem að dó fyrir þig og mig. Hann tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lægði sjálfan sig. Og hvað hann var hlýðinn, allt í dauða. Já, dauðans á krossi. Fyrir því hefur Guð hátt upp hafið hann. Og gefið honum nafni sem hverju nafni aðra. Til þess að fyrir nafni Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu. Og sérhver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur drottinn. Og vinir, ef að María mey var hlýðin, ef að Jesú var hlýðin, þá þurfum við að vera hlýðin. Vinir, klárum verkið sem að Guð hefur kallað okkur til. Þreytumst ekki gott að gjöra. Höldum áfram í frelsi og notum ekki frelsi til færis fyrir holdið og sigrum vígin. Í Jesú nafni rísum á fætur.